7. dagskrárliður Landsnet kerfisáætlun 2018 til 2027 til máls tekur bæjarfulltrúi Andri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Tilefni þessarar umræðu að Landsnet hefur kynnt drög að kerfisáætlun fyrir tímabilið 2018 til 2027 og þau gefa frest til 15. júlí til að veita umsagnir. Og ég ætla að kynna hér drög að umsögn sem að ég tel æskilegt að bæjarstjórn Akureyrar samþykki í ljósi umræðunnar áðan meðal annars mikilvægi þess að efla raforkuflutninga til Eyjafjarðarsvæðisins. Þessi tillaga orðin til með ágætri samvinnu vil ég segja, meiri og minni hluta. Þetta sem að ég best ekki til. Gott dæmi held ég bara uppbyggileg vinnubrögð. Þar sem að það var til tillaga og svo kom breytingatillaga sem var bara til að bæta þetta og efla. Þannig að ég ætla að lesa tillöguna eins og hún liggur þá fyrir núna með breytingatillögunni. Umsögn kerfisáætlun Landsnets 2018 til 2027. Bæjarstjórn Akureyrar hefur á fundi sínum í dag samþykkt eftirfarandi umsögn kerfisáætlun Landsnets. Það hefur legið fyrir núna í allmörg ár að framboð og afhendingaröryggi raforku í Eyjafirði sé allsendis ófullnægjandi. Flutningslínur inn á svæðið eru veikbyggðar og komnar til ára sinna. Landsneti hefur ekki tekist að endurnýja þær og veldur það sérstökum vonbrigðum að bygging Blöndulínu 3 hafi dregist árum saman og sé nú ekki lengur á 3 ára framkvæmda áætlun. Atvinnufyrirtæki í Eyjafirði hafa á þessum tíma mátt sæta skerðingu á afhendingu rafmagns og við slíkar aðstæður eru forsvarsmenn þeirra ekki líklegir til að velta fyrir sér stækkun eða eflingu starfseminnar. Þannig óhætt að segja að þetta ástand raforkumála haldi atvinnulífi á svæðinu í fjötrum. Þá hefur verið tómt mál að tala að inn á svæðið kæmu ný fyrirtæki sem þyrftu þó ekki væri nema nokkur megavött af rafafli, eins og staðfest í langtíma áætlun kerfisáætlunar, sjá til dæmis blaðsíðu 13. Þess vegna fagnar bæjarstjórn Akureyrar því að Hólasandslína 3 sé komin á 3 ára framkvæmda áætlun Landsnets með áætlu verklok 2021, sjá blaðsíðu 8 í framkvæmda áætlun. Og áréttar mikilvægi þess að sú tíma áætlun standist. Lýst stuðningi við aðal valkost, það valkost 3, sjá blaðsíðu 63 í framkvæmda áætlun sem gerir ráð fyrir 220 kV loftlínu á stærstum hluta leiðarinnar, að mestu samsíða Kröflulínu 1 en jarðstreng á 9,8 km kafla í Eyjafirði af nýju tengivirki við Rangárvelli. Jákvætt að Blöndulína 3 þrátt fyrir allt á 10 ára áætlun, sjá blaðsíðu 4 í langtíma áætlun, en í ljósi reynslunar þarf að vinna áfram hörðum höndum að framgangi hennar ef takast á að koma henni í notkun innan 10 ára. Lýst stuðningi við að þegar Hólasandslína 3 verður komin í rekstur þá verði Laxárlína 1 tekin niður í samræmi við aðalskipulag sveitarfélagana sem hún liggur og þetta tekið beint upp úr framkvæmda áætluninni, blaðsíðu 64 og sjá einnig langtíma áætlun blaðsíðu 30. Enda verður hún þá væntanlega óþörf. Þar sem Kröflulínu 1 ætlað að standa ókomin ár þess krafist að sá hluti hennar sem liggur Eyjafjörð sunnan Akureyrarflugvallar og að þéttbýlinu á Akureyri verði lagður í jörð fyrr en síðar í samræmi við þingsályktun stefnu stjórnvalda lagningu raflína og það vísað í grein 1.3 í þingskjali. Þessi krafa í samræmi við aðalskipulag Akureyrar 2018 til 2030 en þar segir svo í greinargerð á blaðsíðu 92. Hér gerð krafa að leggja hana í jörðu í bæjarlandinu á fyrri hluta skipulagstímabilsins, meðal annars vegna flugöryggis, útivistarsvæða, tjaldsvæða og atvinnustarfsemi við Rangárvelli. Hugsanlegt væri að framkvæma það samhliða jarðstrengslögn vegna Hólasandslínu 3. Línan liggur gegnum tjaldsvæðið á Hömrum en deiliskipulag fyrir Hamra og Kjarnaskóg kveður á að Kröflulína 1 verði aflögð fyrir árið 2020. Deiliskipulag Rangárvalla kveður einnig á að Kröflulína 1 verði lögð í jörð. Bæjarstjórn Akureyrar hefur gert það sem í hennar valdi stendur til að bæta úr afleitu ástandi raforkumála á svæðinu. Þannig hefur aðalskipulagi Akureyrar verið breytt þannig að ekkert til fyrirstöðu að í því sveitarfélagi
að Landsnet leggi Hólasandslínu 3 og jafnframt mun ekki standa á Akureyrarbæ að ljúka skipulagningu vegna Blöndulínu 3 þegar samkomulag næst við önnur sveitarfélög á þeirri leið. Þá hefur bæjarstjórn Akureyrar stutt það eindregið að Fallorka, dótturfélag Norðurorku, reisi nýja 3,3 megavatta vatnsaflsvirkjun í Glerá ofan Akureyrar og verið að taka hana í notkun þessa dagana. Sú virkjun hjálpar vissulega til en þó aðeins plástur á sárið varðandi raforkuskort í Eyjafirði sem nú þegar til staðar og mun aðeins ágerast samkvæmt öllum sviðsmyndum Landsnets. Sjá blaðsíðu 10 í langtímaáætlun. Þess vegna áréttað að Landsnet láti nú ekki sitt eftir liggja heldur tryggi með öllum ráðum að það markmið framkvæmda áætlunar náist að Hólasandslína 3 verði tekin í notkun á árinu 2021. Og þannig hljóða til hann. Takk. Bæjarfulltrúi Andri hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Gunnar hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara lýsa ánægju minni með þessa umsögn eða tillögu umsögn. En ég held að við þurfum aðeins að halda vöku okkar varðandi Kröflulínu 1 þó við séum að gera þessa kröfu þannig inn í umsögninni. Þá þurfum við að athuga það hvort að þetta verði tekið gilt sem í raun og veru erindi frá okkur það eða ósk eða bara erindi að Kröflulína 1 fari í jörð þar sem hún þverar Eyjafjörð. Því að við vitum það að þetta hefur verulega áhrif á flugöryggi, þetta hefur áhrif til þess að það væri hægt að lækka öryggismörkinu 55 fet sem skiptir bara verulegu máli í aðflugi úr suðri. Þannig að ég legg áherslu á það að við skoðum það hjá stjórn Landsnets eða einhverju starfsmennu þar hvort að þetta dugi til sem formlegt erindi til Landsnets að það verði farið í þessa framkvæmd. Það var rétt að minna það. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem að fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs þá ber ég umsögn bæjarstjórnar undir. Atkvæði þeir sem geta samþykkt umsögnina vinsælega skeifumerki. Hún samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.